Við ætlum að snúa út í Kína sem að hefur náttúrulega verið í fréttunum, þetta náttúrulega fjölmennasta ríki heims en ekki síður kannski í svona breytingum á heimsmálum sem hafa verið í kjölfar Úkraínustríðsins og kannski líka fyrir þann tíma. Það svo Bandaríkjamenn séu að leita sér að nýjum höfuðandstæðing þegar Rússland komið að fótum fram og kannski ekki mikil svona ógn í því að það verði heimsveld úr þessu að þá fer fókus Bandaríkjamanna til Kína og við erum nú svona dinglum alltaf eftir Bandaríkjamannum í utanríkismálum. Þannig það má vera að okkur verði kennt fljótlega að Kína sé okkar höfuðandstæðingur. En við ætlum nú ekki bara að tala heimsmálin, heldur kannski Kína almennt og hann komin hingað hann Geir Sigurðsson sem sérfræðingur í Kína, kannski ekki Kína almennt, þú veit sérfræðingur í hvað kínverskri heimspeki og menningu? Já, aðallega heimspeki, menningu, trúarbrögðum. Já, en þú þekkir til Kína og verið þar. Eitthvað þekki ég, já. Herðu, en þetta með Kína svona í heiminum að þú kannast við það að svona Bandaríkjastjórnir að reyna að sannfæra okkur það að þarna sé nýtt ógnarvald að verða til. Já. Horfa Kínverjar svo á það að þeir séu að byggja upp heimsveldi? Já, það mjög góð spurning. Ég held að margir myndu gjarnan vilja líta svo á og þetta náttúrulega mjög þetta er mjög góð spurning vegna þess að það snýst einmitt svo mikið sjálfsmynd Kínverja sjálfra sem að hefur auðvitað beðið ofsalega mikla hnekki í heiminum á undanförnum 200 árum eða svo. Minnst að kosti 150, 170. Svona frá ópíumstríðunum 1842. Þar á undan var Kína auðvitað tvímælalaust stórveldi í sínum heimsluta og þótt að kannski bein afskipti af ríkjónum í kring hafi kannski ekkert verið svo óskaplega mikil að þá litu samt allar þessar þjóðir til Kína með ákveðinni lotningu. Gríðarlega stórt land, ákveðin stöðuleiki, búin að halda sér eiginlega á flugi öldum saman. Ekki spurning og auðvitað með svona á vissan hátt svona ákveðna menningarlega yfirburði á svæðinu. Það að segja hinn smærri ríkin höfðu auðvitað tekið mjög mikið frá Kína og viðurkenndu í raun og veru að þau sem sagt að þeirra menning væri undir gríðarlega sterkum áhrifum frá Kínverjum. En síðan náttúrulega býður Kína algjör afhróð gegn Bretum 1839 fyrst í fyrra ópíumstríðinu og það má segja að áratugur eftir það hafi bara verið sorgarsaga fyrir Kínverja sem að, vandalega ef við lítum bara á Kínverja sem Kínverja stjórnvöld þá fulltrúar Kínverja kannski ekki svona almenningur sem hafði litla þekkingu á heiminum en litu virkilega svo á að þeir væru einhvers konar miðja heimsins og þurftu síðan hreinlega að horfast í augu við það að Kína var alls ekki eins þróað og þeir höfðu talið sér trúum í samanburði við Evrópuríkin og Bandaríkin svona setna meir og síðan kemur Japanin í þetta sem var eiginlega kannski versta niðurlægingin af öllu þegar að Kínverjar tapa í stríði fyrir Japanum 1895. Japan sem hafði alltaf verið svona litli bróðir og þetta heldur í sjálfu sér alveg áfram svona til ársins 1949 þegar að alþýðulýðveldið sett á stofn og það þá sem að Mao Zedong mun hafa sagt 1. október 49 þegar alþýðulýðveldið stofnsett að kínverska þjóðin hefur risið og bara þessi orð svona enduróma ennþá í Kína. Það má segja kannski að síðan 1949 að þá hafa vonir Kínverja staðið til að sko kínverska þjóðin væri virkilega að rísa og það hefur kannski gerst mjög hægt. Sjálfsögðu áratugirnir eftir stofnun alþýðulýðveldisins voru mjög erfiðir og gekk á ýmsu. Það eru þetta stóra stökki fram af við og það er menningabyltingin og einangrun hreinlega frá heiminum og svo framvegis
Og það efnislegu tilliti þá eiginlega hörnar Kína alveg fram að bara eftir 1980? Algjörlega. Og svona þegar að Kína fyrir að opna gagnvart heiminum svona kringu 1978 þá er Kína í raun og veru mjög vanþróað ríki og fátækt mikil. Þannig að það var alltaf að segja að Kína hafi þá verið Kínverjar hefði þá verið búin að rísa á fætur. En hugmyndin er til? Já, hugmyndin er til og hún er mjög... Við vorum einu sinni glæsileg, algjörlega, og nú erum við risin upp aftur. Já, algjörlega. Og þetta er ekki ómikilvægt. Þessi söguskoðun sem að ég er að lýsa, hún er ennþá gríðarlega mikilvæg fyrir kínverska ráðamenn. Hún er bara þetta tímabil, þetta 100 ára niðurlæginga tímabil, eins og þeir kalla það, að það er þeim ennþá svona mjög sterkur aflvaki til að sýna heiminum að núna er öldin önnur. Og það hefur sérstaklega styrkst kannski á undanförnum árum eftir valdatöku Xi Jinping. Þannig að á meðan við vorum að horfa á það sem að Kínverjar kölluðu svona friðsamlegt ris ríkisins árunum svona eftir 2000, þar sem að var lögð mjög mikil áhersla á það að styggja ekki aðra í heiminum, sérstaklega ekki svona þessi stórveldi eða svona þessi efnuðu ríki á borðið, Evrópusambandið og Bandaríkin, að þá hefur eftir 2012 að þá hefur tónninn breyst svolítið mikið. Og hvernig þá? Já, hann snýst áslega mikið svona einhvers konar þjóðernishyggju sem að grundvallast einmitt á þessari hugmynd að kínverska þjóðin hafi risið á fætur og sé nú komin til að vera þjóð á meðal þjóða í heiminum og taka fullan þátt í öllu því sem á sér stað í svona global perspektífi. Nú skilur maður að kommunistaflokkurinn myndi vilja halda þessu fram því að í þessu felst eiginlega að hann sé tækið og hann eiginlega stýra endurist kínversku þjóðarinnar. En svona kínverskur almenningur, lítur hann svo á að þetta sé að gerast, að þetta sé saga sem að allir tilheyrir öllum? Já, mér sýnist að þessi hugmynd sé bara býsna útbreidd og hefur komið dálítið á óvart hversu svona almennt hún virðist vera viðtekin. Þjóðin skemmdi náttúrulega krumsarlega sterkt hugmynda. Já, það er það og þetta er sko nokkuð sem að kínverski kommunistaflokkurinn hefur í sjálfu sér verið að daðra við í marga áratugi. Auðvitað eins og við getum ímyndað okkur að eftir að Kína fyrir að opnast og það verið til einhvers konar markaðshagkerfi að þá verður náttúrulega strax til einhvers konar spenna gagnvart flokknum sem einráðum flokki í ríkinu. Fyrstulega er þetta kommunistaflokkur og öll stefna Kína svona frá 78 og vel fram yfir aldamót virtist ekki markast mikið af kommunisma. Þannig að einhverju leyti virðist að vera mjög einkennilegt að þjóðinni sé stýrt af flokki sem að kenna sig við kommunisma þó svo að stefna flokksins sé það alls ekki. Þannig að flokkurinn hefur raun og veru byggt sitt lögmæti að mjög miklu leyti á því hvað hann hefur stýrt ríkinu vel og hvað efnahagsmálin hafa gengið vel, hvað búið að vera mikill vöxtur í ríkinu og svo framvegis. Það er svo keisarinn hefði gert fyrir. Já, í sjálfu sér er þetta algjörlega hliðstætt. Og vissulega hefur gengið mjög vel á margan hátt. Ég meina, þetta er náttúrulega engu líkt sem við höfum hort upp á í Kína frá 1980 og svona alveg vel fram yfir 2010, alveg með ólíkindum að vera með 10-12% hagvöxt á hverju einasta ári. Og það er alveg rétt. Umbreytingu samfélagsins, flutningar í borginna. Alveg ótrúlega. Óþekkilegt land. Já, og ég held að við gerum okkur, sérstaklega kannski við Íslendingar að þið verum svo fá, að það er svo erfitt fyrir okkur að gera okkur í hugalund hversu mikill mannfjöldi er þarna. Þetta er alveg með ólíkindum, þetta er 1,4 milljarður manna. Og þegar við erum að horfa á þessar gríðalegu umbreytingar sem er að verða á þessu stærsta samfélagi í heiminum, borgarmyndunin, ég held ég fari rétt með svona það bil að fyrir aldamót eða að minnstakosti 1990 eða svo, þá hafi svona 20% búið í borgum, 80% í dreifbýli og nú er það öfugt. Þannig að sko þetta er náttúrulega ótrúlegu mannfjöldi sem hefur verið að flytja inn í borgirnar á mjög skömmum tíma og
Og ekki fátækra hverfi í reisum sem eins og kræi kringu borginnar eins og í Afríku, Suður-Ameríku. Indlandi. Já, svona shantytown, það hefur ekki orðið til. Þannig að það náttúrulega á margan hátt mjög aðdáunarvert að þetta skuli hafa tekist án þess að það myndi bara valda einhverjum hörmungum í raun og veru í ríkinu. Þannig að þessu leitinu til að þá náttúrulega hefur gengið mjög vel. Áður ég missið inn í Kína af því að ég byrjaði að spyrja svolítið út frá sjónarhóli Bandaríkjanna. Bandarísk utanríkisstefna hefur verið þannig að Bandaríkinn þola ekki að það rísi upp stórveldi í öðrum heims, ekkert stórveldi fái að vera inn á þeirra svæði í Suður-Ameríku og í Ameríku. En það fái heldur ekki að rísa upp stórveldi á öðrum svæðum sem gætu byggt upp það að verða heimsveldi þannig að það væri ógnað en að það gæti komist inn á svæði Bandaríkjanna. Þess vegna hafa Bandaríkinn tekið þátt í að fella Japan, eins og þú nefndir, sem vildi verða stórveldi í Asíu, Sovétríkin sem vildi verða stórveldi í mörkum Evrópu og Asíu, og þriðja ríki Hitlers náttúrulega. Bandaríkinn þolar þetta ekki. Það þannig að það að vera heimsveldi á kínverska máta sé þessi hugmynd sem svona útrásar ríki, vegna þess að eins og þú segir að þá eru 1,4 milljarðar sem búa þarna og það náttúrulega kannski þurfa ekki að fara neitt. Myndur þú segja að vera kannski einhver munur á svona hugmyndir hvað væri heimsveldi upp á kínverska máta eða þetta sem að Bandaríkjamenn óttast að smátt og smátt geti Kína byggt upp einhvern svona hóp bandamann á orði ógn við þá á svona heims. Já, ég er náttúrulega athyglisvert með með Bandaríkin að það ríkti náttúrulega mjög lengi vel svona einangrunarstefna og vissan hátt að þá voru Bandaríkjamenn svona meira að minna tilneittir til þess að skipta sér af báðum heimstyrjöldunum. Þeir voru ekkert sérstaklega hrifnir af þessari hugmynd. Þannig að svona þessi útþenslustefna Bandaríkjanna, hún er nú svona tiltölulega nýtilkomin og svona fór ekkert kannski að bera á henni fyrir en eftir seinni heimstyrjöld þegar að var komin svona, var tvípóla heimur, það voru þetta Sovétríkin og var kalda stríð og öll sú barátta en svo eftir 1990 má segja að Bandaríkjanna hafi verið, við vorum komið með svona unipólar heim og það kannski erfitt fyrir Bandaríkjamann að horfast í augu við það að það ekki þannig lengur, það kann að vera en þetta alveg rétt held ég athugað hjá þeir að það hefur verið svona ákveðin að mínu viti og að viti margra þeirra sem að hafa verið að rannsaka Kína og svona þeirra hafa svolítið þekkingu á kínverskri menningu, sögu og öðru slíku að það hefur verið svona ákveðin tilhneiging til að miskilja Kína og alveg áræðanlega heimfara upp á Kína einhvers konar svona kaldastríðsmódel eins og það sem var notað til þess að skilja Sovétríkin og það held ég að sé ekki, það skilji ekki miklum árangri að því að hér að ræða í raun og veru allt öðruvísi ríki. Ég veit til dæmis að eftir að kaldastríðinu lauk þá voru margir sérfræðingar í Bandaríkjónum sem voru þessar sérfræðingar í Sovétríkjónum sem að svissuðu einhvern veginn eða voru teknir inn í svona hugveitur sem áttu að rannsaka Kína. Þannig að þeir voru bara að beita einhverju svona sovjetmódeli á Kína en hafði ekki hugmynd um hvað þeir voru að tala í raun og veru. Kína er allt öðruvísi ríki. Það hefur aldrei sýnt neitt sérstaklega mikinn áhuga á því að fara í einhverja útþenslustefnu sérstaklega ekki langt út fyrir sín landamæri. Það hins vegar hefur alltaf verið mjög mikilvægt markmið hjá Kínverjum að treysta sín landamæri og sjálfsögðu með tímanum náttúrulega, ef við bara lítum yfir sögu Kína, þá náttúrulega hefur ekki alltaf verið svona stórt eins og það er, en með tímanum að þá voru svæði innlimuð í Kína en aðalega snerist þetta að treysta varnir og svona fá svona buffer zone og þess áttar. En það var aldrei neitt sérstaklega mikill áhuga á því að innlima aðra þjóðir eða eitthvað þess áttar. Ekki svona landvinningar? Nei, ekki svona landvinningar. Kannski frekar eins og Sovétríkin voru á kaldastríðsárunum að eiga innlima bæðin í Sovétríkin ákveðin svæði. Algjörlega. Sem síðan hafa leist frá og svo náttúrulega Varsjárbandaleið. Nákvæmlega. Þannig að það er svo langt, það er bara aldrei síðan að Kína fór í gegnum þetta
þroskastig? Já, stærstu kannski landvinningarnir voru á 18. öld það var þá þegar Xinjiang svæðin í vestri og Tíbet voru svona innlimuð eða þau voru hertekin. Tíbet snerist náttúrulega mjög mikið varnir og Tíbetar voru oft mjög skæðir gagnvart Kínverjum fyrr á öldum, þannig að það voru svona stöðu vandræði með þessar þjóðir sem voru þarna út í aðrinum og með því að taka þær yfir að þá töldu Kínverjar að þeir getu í raun og veru stýrt þessu miklu betur. Það hefur nú ekki tekist það. Já, nei, það er nú alltaf að segja það eru, sko þótt að þetta sé náttúrulega frekar fámenna þjóðir þarna, þá hefur sjálfstæðisbarátta þeirra verið mjög sterk og á 20. öldinni og 21. öldinni og það virðist nú bara að halda áfram. Sko ef við, nú telur Kína 56 þjóðabrot og þessi þjóðabrot hafa miklu leyti, ef við skoðum aftur í aldir, þetta voru þjóðabrot sem voru yfirleitt á jaðri Kínaveldis en svona smám saman að þá voru þau, má segja, integreruð inn í Kína með svona tiltölulega friðsömum hætti, þar að segja fóru að taka upp kínverska siði, matarmenningu, estetík, ritmál, mörg hver áttu ekkert ritmál, tóku það upp og urðu bara svona smá saman að Kínverjum, á margra alda tímabili. En þetta var ekki þannig með sko Tíbeta og hvað þá með sko Újgur múslima sem að telja sig ekki eiga neitt sameiginlegt með Kínverjum sem að álíka alveg við röka stiðast. Getur þú séð að Kína myndi sleppa þessu? Nei, ég get ekki séð það fyrir mér. Að það eru bara ómiklir hagsmunir í húfi. Það má náttúrulega líta fyrst á sko í dag held ég að Kínverjar gera sig grein fyrir því að vera með beinan aðganga að Himalajafjöllum. Það er alveg ótrúlega mikla vassbyrðir sem eru þar og það skipta Kínverja miklu máli, það er vassskortur í Kína, þannig að áræðanlega eru þeir í þann veginn að finna einhverja leið til þess að tappa af þessu miklu byrðum inn til Kína. Það eru þurrkar og þessi svæði sem að voru frjósumustu svæðin í Kína þar sem að kínversk siðmenning var til svona í það sem er svona miðhluti austurhluta Kína fyrir 3.000 árum, 2-3.000 árum eru núna bara eyðimerkur. Þannig að það er gríðarlegur skortur á vatni, þannig að það er eitt. Það eru þetta einhver olía á þessum svæðum líka, en síðan held ég að hitt sem að skipti kannski meira máli er að þeir óttast í raun að vera svona ákveðna sko dóminóhreyfingu. Ef að eitt svæði myndi einhvern veginn takast að brjótast til sjálfstæði sem bara 56 önnur hann í rauðinni. Já, kannski ekki alveg 56 en svona maður getur séð fyrir sér sko Xinjiang, maður getur séð fyrir sér Tíbet, maður getur séð fyrir sér innri Mongóliu sem að var hluti af Mongóliu og síðan eru önnur svæði eins og Gansu og Guangxi sem að eru svona minnihluta svæði þótt að það sé ekki bara eitthvað eitt þjóðabrot sem að býr endilega þessi svæði en þau gætu alveg fyllt í kjölfarið og svo náttúrulega það mikilvægast af öllu og það er þetta Tævan. Sem er náttúrulega öðruvísi fyrirbrigði. Það er allt annað. Það sé náttúrulega allt annað. Tökum aðeins Tíbet og þessi svæði sem að þú nefnir. Hvernig fólk á þessum svæðum, hvernig horfir það á þetta stórkostlega kraftaverk sem hefur verið efnaðslur uppgangur Kína? Eða hefur sá uppgangur ekki komið inn á þessi svæði? Er þetta afskipt svæði? Þau eru ekki kannski beinlínis afskipt, en það er mjög umdeilt hvernig kínversk yfirvöld hafa beitt sér á þessum svæðum. Það virðist vera einhver trú á það er svona svolítið einfeldningsleg trú að mínu mati, að bara það að koma á velferð eða koma á svona efnaðarslegum uppgangi á þessum svæðum, að það verði einhvern veginn nóg til að sannfæra íbúana að þeir ættu að tilheyra og láta af öllum svona tilburðum til sjálfstæðis eða eitthvað þess að þar. Þetta er auðvitað svona frekar barnaleg hugmynd vegna þess að það skortir í raun og veru á það að hlúa að þessum menningarheildum sem eru þarna og það er náttúrulega menningarheildin að skipta máli, tungumálin, menningin, sagan og svo framvegis. En Kínaveldi hefur ekki verið þannig, það innlimar það kannski í fólk. Þetta er ekki eins og Ottómanaveldi þar sem að leyfði sko þjóðum að vera í svona pókum hér og þar. Þetta er ekki í svona kínverskri hugmynd að skilja það eftir þannig. Er þetta ekki frekar að Kínverjarnir hafi svona hægt og bítandi gert alla
kannski svo frakkar, gera alltaf smátt af frakkum. Jú, allir það sé ekki svona einhvers konar markmið að á löngum tíma þá verði þetta svona frekar homogén þjóð og allir sáttir og sælir. Vissulega hafa samt sko kínverska alþýðulýðveldið tók náttúrulega upp svona svolítið sovjetmódel á sínum tíma, byrjaði því að skilgreina þjóðabrotin og það voru bæði sett á stofn svona sérstök héruð fyrir þessi þjóðabrot og líka sýslur innan héraða þar sem að þau nutu einhvers konar sjálfstjórnar. Þessi sjálfstjórn að vísu svolítið tvíeggja sverð vegna þess að það merkir í raun að vera að þau heyra sko þessar sýslur og héruðin heyra þá beint undir miðstjórnina og kannski de facto njóta minni sjálfstjórnar fyrir vikið. En sko hugmyndafræðin á bakvið þetta var auðvitað svo að hver og ein menningarheild ætti að geta lifað nokkurn megin sjálfstæð, hlúðað sínum eigin menningararfi, tungumáli og svo framvegis. En það hefur bara ekki alltaf gengið eftir svona í raun og veru. Þarna svona ágreiningur og það sýnt að hann mun verða lengi ennum sinn. Já, það auðvitað, sko aðalega snýst þetta náttúrulega sjálfstæðistilburði og ákvæmna kannski túlkun yfirvalda á því, sko, hvar dreifum að línuna á milli þess að ástunda eða hlúa að sinni menningu eða að gera því skóna að þessi tiltekna menning sé svo ólík Kína að hún ætti frekar skilið að standa utan við Kína. Og það er bæði í tilviki sko Úigur múslima, hvernig þeir ástunda Íslam til dæmis og í tilviki Tíbeta, hvernig þeir ástunda tíbeskan buddhisma og auðvitað það alveg rétt svo sem að þegar að Tíbet var svona de facto sjálfstætt ríki sem að var frekar kannski stuttur tími eftir aldamótin eftir að keisaraveldi hafði fallið 1911 og Kína var svona miklu leyti undir stjórn bæði erlendra afla en líka svona stríðsherra hér og þar. Þá hafði yfirveldi raun og verið engin tök á því að stýra Tíbet, það var bara langt í burtu, sama gildir reyndar Xinjiang. Að þá var þetta einhvers konar teokrasía í gangi í Tíbet svo sem. Dalai Lama hafði líka pólitísku völd og þannig almennt gengið út frá innan tíbesbuddisma að Dalai Lama eigi líka að vera þjóðhöfðingi. Þannig að þetta tvöfaldar hlutverk sem að Dalai Lama leikur að það náttúrulega Kínverjum mikill þyrnir í augum. Það ekki hægt að fella það inn í þeirra kerfi? Nei, þess vegna hafa þeir náttúrulega verið að reyna að koma með einhverja endurskilgreiningar. Þeir eru með sin eigin Panchen Lama sem á þá að vera einhvers konar trúalegu leiðtogi en svo hann náttúrulega alltaf svo nátengdur kínversku stjórnvöldum, hann er ekki tekin alvarlega af Tíbetum, þannig að það gengur einhvern veginn aldrei upp að finna þessu einhvern farveg þar sem er hægt að leysa þessi mál. Þú sérð ekki fyrir þeir að Kínverjar muni sætta sig við það og gefa Tíbet frelsi? Mér finnst það bara, sko, ég myndi segja svona, ef við föllumst á þessar svona hefðbundu skilgreiningar á þeim eiginleikum þjóðar sem að réttlæta að þjóðin ætti að vera sjálfstæð, þá held ég að Tíbet falli fullkomlega öllu leyti með ákveðin svona landamæri, svona geografísk landamæri með tungumál, þeir eru að vísa með nokkur tungumál, sögu, ákveðna menningu og svo framvegis, þannig að þeir raun og veru uppfylla öll þessi skilyrði. Þeir eru þjóðríki. Já, þetta er raun og veru þjóðríki, en það eru bara ómiklir hagsmunir í húfi. Þannig að ég bara sé það ekki gerast bara frá svona praktískum sjónarhóli. Það er eiginlega bara eins og að fyrir landlugt ríki að hafa aðgengi að sjó, að fyrir Kína hafa aðgengi að himalægfjöllum. Já, og svo er þetta líka svona ákveðið svona buffer zone gagnvart Indlandi og það hefur lengi verið spenna á milli Kína og Indlands, þannig að auðvitað vilja þær viðhalda þessu. Má ég fara til Hong Kong áður Tævan? Hvað er það saga sem að mun bara ganga hægt og rólega að þetta verði bara eins og Shanghai? Já, mér sýnist það að það sé með það sem er að gerast. Það hefur verið sko mikið að gerast í Hong Kong á undanförnum árum, svona fyrir COVID og aðeins inn í COVID
mikil mótmæli. Gula reglífar og mjög myndræn og glæsileg mótmæli í það. Já, og mikil... En alltaf kynnti okkur að þetta eins og sko krafa almennings auki frels og lýðræði. Það eins og það allar fréttir utan Vesturlandi, þetta alltaf við sögum frásögnina. Já. Hvað eru átakið þar? Já, Hong Kong náttúrulega var eins og allir vita bresk nýlenda og Hong Kong eyja sjálf, hún hafði, henni hafði í raun og verið afsalað til eilífðar, til bresku krúnunar. Það var bara í samningi sem að Bretar náttúrulega þvinguðu kannski inn á Kínverja á sínum tíma, en þetta var samt samningur og það hefði í sjálfu sér ekkert verið því til fyrirstöðu að halda því til streitu. Hins vegar náttúrulega Hong Kong óx mjög mikið og var svona mikil efnahagsborg og sem að krefst þá mikils vinnuafls og það krafðist líka þess að það gerði að verkum að eyjan var ekki nógu stór til þess að hýsa hreinlega alltaf fólk sem að þurfti að vinna á staðnum. Þannig að Bretar leigðu á sínum tíma Kowloon svæðið sem hérna fyrir norðan eyjuna aðalega bara sem fyrir íbúðarhúsnæði fyrir þá sem að unnu í Hong Kong eða unnu við fjármálafyrirtækin og alla þá þjónustu sem að er í kringum þau. En þetta var tímabundin leigusamningur, hann var bara til 99 ára. Þetta var sérst 1898 sem að sá samningu var gerður og rann út 1997. Og þegar að Margaret Thatcher, hún nýkomin út úr Falklandseigastríðinu og mjög sigurviss og brött og fór þá í heimsókn til að ræða við Deng Xiaoping það hvort það var ekki hægt að framlengja hennar samning og svo framvegis. Það var 99 ára eða svo? Já, einmitt. En þá komum bara að lokuðum dyrum og það var bara mjög ljóst, þetta var 1980 upp úr 1980, það var mjög ljóst að Kínverjar ætluðu sér ekki að framlengja hennar samning og Bretar sá það náttúrulega bara í hendi sér að það myndi ekkit vera mögulegt að halda Hong Kong og missa Kowloon svæðið. Hvað var það ef við myndum að horfa á það sem eitt svæði, hvað var Hong Kong eyja stór hluti af Hong Kong þegar þannig komið? Kannski bara 20%? Já, ég myndi eitthvað svo leiðis, já. Það sé bara borgartúnið og miðbærin eða myndi missa Breiðholtið, Árbæinn og Grafavoginn og þannig að það myndi ekki fungera. Það myndi bara hreinlega ekki fungera og sérstaklega vegna þess að Hong Kong eyja var svona aðalega undirlögð fyrir fjármálastofnanirnar og síðan voru starfsmennir byggu flestir í Kowloon. Þannig að, já, eitthvað með þannig. Þannig að það var hreinlega ekki raunsætt að ætla sér að halda Hong Kong eyju og missa hinn svæðin. Þannig að það var í raun og verið ekkert annað að ræða en að skila Hong Kong og það var auðvitað gert 1997 og þá var gerður þessi samningur það eða samkomulag, kannski getum við frekar orðað, að Hong Kong myndi haldast óbreytt í 50 ár, það væri svona 50 ára aðlögunartími, þar til að það myndi verða þá bara eins og hver annar hluti af meginlandi Kína. 2 kerfi, 1 ríki verið þá 50 árin og svo eftir það verið bara 1 kerfi, 1 ríki. Já, það var svo sem aldrei tala nákvæmlega það í hverju þetta myndi felast, þetta var svona frekar óljós samningur eða þetta samkomulag til 2047 sem sagt en mér tjáð að mjög fljótlega eftir 97 þá fóru hlutirnir að breytast og það var strax svona auðvitað þurfti að breyta ýmsu, það voru þessi grunnlög voru sett í Hong Kong. Nú held ég að við verðum líka átt okkur á því að Hong Kong var náttúrulega ekkert lýðræðissvæði á meðan Bretarnir réðu yfir því, þetta var auðvitað nýlenda. Þannig að það voru Bretar sem réðu yfir Hong Kong og það var lítið lýðræði ef eitthvað. En Hong Kong kannski upplifði svona lýðræðistímabil. Meira heldur en í Peking? Já, miklu meira heldur en í Peking. Eftir svona 84 og sérstaklega eftir 97 þá voru þessi grunnlög sem voru sett sem að, snérustu það að almenningur gat kosið og svona hafði að minnsta kosti að einhverju leyti það að ráða hver var við stjórn í borginni og svoleiðis og þetta hafði Peking líka svona ákveðin völd þarna en sko krafan snérist í raun og veru þá að það var það sem að byrjaði þessi mótmæli þarna, byrjaði náttúrulega svona 2014 það bil, þannig að þessi regli var bylting, að þá var krafan bara almennan kosningarétt, að Hong Kong búar myndu fá að
að kjósa bara eitt atkvæði, ein persóna eitt atkvæði það hver myndi vera við stjórn í borginni. Það eru lengra heldur en það lýðræði sem nutu á tímum Breta. Jú, algjörlega og svona það lýðræði sem að þeir nutu þarna á þessum tíma, það var líka náði miklu lengra heldur en á tímum Breta. En það var nóg til að kveikja í almenningi. Að minnst kosti lang flestum að þeir vildu gjarnan halda áfram að njóta þessa lýðræðis fyrirkomulags og vildu víkka það út ef eitthvað er. En sem sagt miðstjórnin í Peking í raun og veru tók algjörlega fyrir það að það er því svona almennur kosningaréttur til þess að velja í stjórnunarstöður í Hong Kong. Og það snerust í raun og veru mótmælin. Síðan náttúrulega fór þetta út í framsalsréttin, ef þú manst. Það átt sér stað þarna glæpur, kona sem var myrt, maðurinn flúði til Tævan og þá þurfti að reyna að fá hann framseldan svo að væri hægt að rétt yfir honum, en það var ekki til framsalsheimild á milli Hong Kong og Tævan. Þannig að þá fóru ráðamenn í Hong Kong í það, Carrie Lam sérstaklega sem var þá æðstráðandi, að setja lögum framsalsrétt á milli Hong Kong og Tævan og sem að fól þá vantarlega í sér aukin framsalsréttindi Kína og þá voru margir sem óttuðust að þetta væri í raun og veru ákveður svona bellibragð til þess að það væri hægt að sækja jafnvel þá sem að voru miklu lýðræðisinnar í Hong Kong og fá þá framselda til Kína. Þannig að þá spruttu upp aukin mótmæli vegna þessa framsalslaga sem að þá stóðu til. En núna, á hvaða leið? Já, sko, það er erfitt að segja, sko, það má segja, þetta virðist hafa koðnað svolítið mikið niður í COVID, þá dóu þessi mótmæli að miklu leyti út. Þetta var líka farið þetta var orðið mjög flókið, þetta var koðnið mjög margir ólíkir hópar þarna inn og ekki alltaf á hreinu hvaða hópa var að ræða. Kannski allir sammála stöðu við kommunistaflokkin en kannski engin sammála það hvert Hong Kong ætti að þróast. Eins og oft gerist í uppreisnum. Jú, akkurat, eitthvað er þá veruna, sko. En ég held að þessi framsalslög til dæmis, þau fóru aldrei í gegn, þannig að þau voru aldrei samþykkt. Voru ekki einu svona lögð fyrir, held ég, þingið, sko. En það er auðvitað sko komin mikil ritskoðun í Hong Kong sem að var ekki fyrir hendi áður og svona dagblöð eins og Apple Times, South China Morning Post, þau njóta ekki sama ritfrelsis og þau gerðu áður og sama gildur sjónvarpsútvarpsstöðvar. Þannig að Hong Kong hefur auðvitað breyst. Það er orðið komið miklu nær meginlandinu heldur en það var og talsvert margir Hong Kong búar hafa nú þegar yfirgefið Hong Kong. Hvað er það? Hvort á maður að mæla það í fjölda eða stundum bara í peningum? Nú fer kannski best setta fólkið flýr. Já, og þau gerðu það nú reyndar sko þegar árið 1997, þá voru mjög margir sem að sérstaklega þeir sem voru best settir. Þeim bauðist náttúrulega bara bresku ríkisborgararéttir? Já, kanadískan, gáttu keypt sér kanadískan ríkisborgararétt og mér skilst að í sko British Columbia í Kanada að það sé að miklu leyti byggt af fyrirværandi Hong Kong borgurum sem fóru þangað. Bretar auðvitað veittu Hong Kong búum möguleika á að flytja þangað, þannig að ég þekki persónulega nokkra sem hafa flutt þangað og bara keypt sér fasteignir og búa þar. En ég veit ekki alveg hversu mikill fjöldi þetta er, en það er auðvitað mikið af sko. Hún hefur breytast mikið borgin. Já, hún gerir það og auðvitað háskólar til dæmis, þeir hafa auðvitað breyst líka mjög mikið. Það er ekki óhætt að segja hvað sem er sem að var óhætt. Þannig að það auðvitað gerir að verkum að háskólakennarar eru náttúrulega ekki eins spenntir fyrir því að starfa á þessum vettvangi, ekki þar. Þannig að það er ekkert ólíklegt að verði svona ákveð svona brain drain, þú veist að fólk flytji burt og vilja frekar búa einhver stað þar sem að það hefur möguleika á að tjá sig eins og það vill. Má ég staldra við þetta þegar þú nefndir háskóla? Kínverjar hafa náttúrulega stofnað bara talan þarna, það hefur 80% í sveit og 20% í borg og svo snýst það við á 30 árum.
að það eitt hlut af því að byggja upp sko háskóla og það eru útibú frá vestrænum háskólum einhvern veginn í samstarfi, bara sprottuð upp, veit ég hvað, stofnabíla 2 háskóla mánuð eitthvað. Já, þeir eru margir. Eru þetta ekki svona frjálsar menntastofnanir á vestrænum skilningi? Ég þekki nú einhverja sem að fara þarna að kenna. Já, ég held að því miður að þá sé það svolítið mikið á niðurleið. Það, ég myndi segja svona á tímanum, svona hútjönd á tímanum það bil, svona frá 2002 til 2012 að þá held ég að háskólar hafi notið alveg svona talsverðs frelsis og það var ekkit verið að skipta sér allt of mikið að. Reyndar það þannig í öllum kínverskum háskólum að það eru 2 rektorar. Annar rektorinn svona akademískur rektor, hinn rektorinn tilheyrir flokknum. Og yfirleitt sá sem að tilheyrir flokknum alltaf valda meiri heldur en þessi akademískur. Rússneski herinn. Já, það er soviski herinn, sem var alltaf kommissarinn. Það svona aðhald, já. Og var auðvitað alltaf aðhald, einhverju leyti. En þó upplifði ég að minnsta kosti svona tíma þar sem að var ekkert mál að segja í raun og veru hvað sem við kínverska nemendur, en ég veit að þetta hefur breyst ansið mikið á undanförnum 5-6 árum. Hvaða áhrif hefur þetta á svona vaxandi millistétt í Kína? Eru þarna einhverju svona draumar sem að risu og sem að hafa dofnað aftur? Við sjáum það alltaf í Rússlandi, þar sem að svona millistéttin hafði svona draum og fannst að hafa brostið eitthvað 97 við kosningarnar og sá þessu hert aftur af svona möguleikur sem að þetta fólk sá á að geta lifað og starfað í svona opnu áhugaverðara samfélagi. Já, þetta er náttúrulega mjög athyglisvert sko vegna þess að nú hafa fjölmargir Kínverjar leitað í nám, sérstaklega framhaldsnám, erlendis og ekki síst í Bandaríkjunum. Bandaríkjum voru alltaf svona fyrir landið fyrir stúdenta. Margir auðvitað til Bretlands og einhverjir kannski til meginlands Evrópu en lang flesti til Bandaríkjana. Og síðan snúa þeir margir hverjir aftur, auðvitað alls ekkert allir, margir eru síðan bara eftir og ég átta mikið alveg á því en sko það bendir allt til þess að megin þorri þessa fólks virðist að mestuleyti sætta sig við að starfsskilyrðin í Kína séu bara önnur og að maður þurfi bara hreinlega að vara sig svolítið á því hvað maður lætur út úr sér og hvernig maður tjáði sig. Ég veit ekki hvernig það var í Rússlandi og hver munurinn þar, en sko Kína hefur náttúrulega getað borgað mjög fín laun og ef þú ert á fínu launum þá getur þú lifað mjög góðu lífi og þú veist alveg nákvæmlega hvernig þú ert að hegða þér. Þú veist alveg hvað þú mátt segja og hvað þú mátt ekki segja. Þannig að það svona sjálfsreitskoðun sem að virkar alltaf langt best. Og gera það svona víðar, gera það hér. Hún gerir það náttúrulega út allt en hún er kannski svona svo litið meiri þar heldur en hér þannig að ég hygg að langt flestir hafi bara hreinlega sætt sig við að þetta er staðan þeir lifa bara samt góðu lífi vinna sína vinnu og ferðast til útlanda og eiga kannski ef þeir eru nægilega efnaðir eiga kannski íbúð eða einhverja vistaverur annar staðar þar sem það er ala mannin líka en sætta sig bara við að Kína er svona og ég hef ekki einhvern veginn fundið fyrir því að það sé einhver gríðalegu þrýstingur innanfrá í Kína að þessu verður breytt. Hins vegar náttúrulega megum ekki gleyma því að sko öll kínversk stjórnmál eru afskaplega ógagnsæ og við vitum við sjálfur sér ekki alltaf hvað er í gangi. Nú kemur Xi Jinping og hann tekur við í 3. skipti og þetta voru auðvitað stór tíðindi þegar hann gerði það. Fyrsta lag var stór tíðindi þegar hún tókst að fá þessum lögum breytt 2018 sem að Deng Xiaoping hafði sett 1982 sem að snerust það að forseti gæti bara setið í 2-5 ára tímabil, 10 ár samtals. Þetta var auðvitað að koma í vekk fyrir að það myndi koma einhver annar Mao Zedong og í þessu fólstöðu ákveðin skilningur á því hvað völd geta verið spillandi fyrir einstaklinga ef þeir sitja of lengi á valdastóli, kannski bara eins og við erum að sjá með Putin í dag. En Xi Jinping tekst að fá þessu lögum breytt 2018 og síðan var hann auðvitað valinn, þá voru margir sem að voru efins að hann yrði valinn í fyrra til þess að hefja nýtt 5 ára tímabil og
en við vitum í raun og veru ekki mjög vel hvort það hafi verið andstæða við þetta eða ekki, vegna þess að stjórnmálin eru svo ógagnsæ. Þannig að sko áræðanlega ef við bara veltum fyrir okkur stjórnatíð hans sem hefur auðvitað snúist ofsalega mikið það að ráðast gegn spillingu í kerfinu, það eitt af því sem hefur gert hann mjög vinsælan, en auðvitað það hefur verið mjög hagkvæmt fyrir hann og í raun og veru þessi taktíkin náttúrulega algjör snilld í raun og veru að þú gerir eitthvað sem allir eru sammála að eigi að gera, en í leiðinni að þá getur auðvitað ítt til hliðar öllum þínum helstu keppinutum og þeim sem að þér stendur einhver stuggur af. Og svo sem víða gert í politík eins og í Suður-Ameríku þar sem að stríðandi hópar eru alltaf að ákæra hvern annan fyrir spillingu og fangelsa. Algjörlega. En það eru svona, við getum sagt að séu sko í kínverskri politík að þá hafa verið svona ákveðnar hvað hefur að kalla það, svona einhvers konar hópa eða svona hópamyndanir sem að hafa verið að keppa svolítið mikið hver við annan og eru með ólíkar svona hugmyndir hvert Kína eigi að stefna og þá getum við til dæmis talið upp ungliðahreyfinguna eða þá sem að kenna sig við ungliðahreyfinguna. Þetta ekki sko formlegir hópar, þetta svona meira einhvers konar armar innan flokksins og Hu Jintao myndi þá hafa verið hluti af því. Hu Jintao reyndi til dæmis að koma sínu manni Li Keqiang á sínum tíma, það mistókst. Li Keqiang að vísu forsætisráðherra hjá Xi Jinping en völd hans eru afskaplega lítil og ber lítið á honum. Og við sjáum hvað mikill munur á því sko stjórnartíð eða stjórnarfyrirkomulagi Xi Jinping með Li Keqiang sem forsætisráðherra annars vegar og svo þegar við horfum á sko Hu Jintao og Wen Jiabao sem var hans forsætisráðherra og Wen Jiabao var miklu meira ábyrgandi heldur en Hu Jintao. Þeir voru svona miklu meira svona einhver dúó en Xi Jinping bara einn algjörlega og hann virðist ráða öllu. En sko, ungliðahreyfingin, hún hefur alltaf staðið fyrir í raun og veru svona auknu lýðræði að svona reyna að innleiða einhvers konar lýðræðisvæðingu innan flokksins, innan flokksins, kannski ekki endilega stefna að einhvers konar líberal lýðræði, frjálsendu lýðræði eins og við þekkjum það á Vesturlöndum, en samt að svona auka veg lýðræðisins einhvern veginn innan ríkisins og sérstaklega flokksins en þessar sko umleitanir hafa ekkert gengið neitt í raun og veru undanfarin ár og það hefur frekar snúist í hinn áttina ef eitthvað Ef við þá farið til Tævan? Já. Það Kína ætlar að innlimaða Tævan? Já, það með einum öðrum hætti, þetta vilja helst gera það með friðsamlegum hætti. Þar hefur verið svona, hvernig þetta að lýsa, sko, hvernig stjórnkerfi þar hefur þróast það, því þú varst nú að segja okkur frá svona, hvernig Hong Kong var að feta sig áttina meira lýðræði. Er þetta að segja það Tævan? Já, ég held að sé alveg að segja það Tævan og með allt öðruvísi hætti. Tævan hefur auðvitað verið svona de facto sjálfstætt, alveg síðan 1949-50. Það var auðvitað innræðið þar alveg eins og í Kína lengi vel. Chiang Kai-shek bara var innráður þar til að hann lést 76. Mao Zedong dó reyndar líka 76. Það var stórt ár. Þannig hefi. Já, og þá tók sonur hans við, Chiang Ching-kuo en það var Chiang Ching-kuo reyndar sem að innleiddi svona lýðræðisvæðingu í Tævan og ég maður ekki alveg vissum hvort ég var rétt með tölutunum. Minnir að fyrstu kosningarnar hafa verið 1986 frekar en 8 og síðan hafa verið haldnar kosningar reglulega og það var bara, ég menna það hefur svo sem gengið á ýmsu í ungu lýðræðisríki en svona í það heila þá hefur það bara gengið nokkuð vel. Þetta eru svona aðalega 2 flokkar sem hafa verið að berjast völdin, það Kuomintang sem að var auðvitað sá flokkur sem að tapaði borgarastríðinu gagnvart kommunistum og flýðu til Tævan. Lengi vel völdum þrátt fyrir lýðræðið en búin að missa þau, ekki? Jú, sem stendur, jú. Og var endar heldur ekki við völd árin 2000 til 2008. Þá var hinn flokkurinn sem hefur verið svona helsti keppinutur Kuomintang, það þessi lýðræðislegi framfaraflokkur eins og hann kalla sig.
og þetta eru ólíkir flokkar. Nú verður að hafa það í huga að samkvæmt Kuomintang og samkvæmt stjórnarskrá Tævan að þá bara til eitt Kína. Sem sagt, Kínverjar á meginlandinu, Tævanir eru í raun og veru sammála þetta. Eru ósammála það hver á að vera fyrir stjórn. Þannig að sko í sjálfu sér að þá gerir meginland Kína tilkall til Tævan, en Tævan gerir líka tilkall til Kína á vissan hátt. En þá það aðalega Kuomintang sem að stendur fyrir því. Síðan sko verður þessi lýðræðislegi framfaraflokkur til einhver tíman sent á 9. áratugnum en hann allt annars eðlis. Hann eiginlega byggður af fólki sem að hefur ekkert endilega þessi sterku fjölskyldutengsl við Kína, meginlandið, engin svona söguleg tengsl og stefnir miklu frekar af sjálfstæðu Tævan sem að hefur ekkert með Kína að gera. Þannig að sko í Tævan þá hafa þessir flokka verið að vinna svolítið á víxl í stjórnmálunum. Það nú vafalaust sko myndi ég halda sérstaklega hjá ungu fólki í Tævan að þeir sjá í raun og veru ekki að þau eigi neitt sameiginlegt með Kína lengur. Og það svona í síðustu forsetakostningum að þá vann lýðræðislegi framfaraflokkurinn svolítið stóran sigur. En svo voru reynda núna ekki fyrir löngu síðan voru svona sveitarstjórnarkostningar. Þar vann reynda Kuomintang stóran sigur. Það ekkert endilega einhver endurspeglun á vilja almennings hvað stöðu Tævan áhrærir. Það kannski hefur bara meira að gera með einhver praktísk mál innan Tævan. En það hefur samt gert að verkum að sko Tai Ing-wen sem er núverandi forseti að hún hefur verið sagt af sér sem formaður lýðræðislega framfaraflokksins, þannig að hún verður ekki í framboði næst og þau virðast ekki vera með eitt sterkan kandidat. Og þessar þingkostningar þessar forsetakostningar held ég eru bara mjög bráðlega eftir 1-2 ár og það allt útlit fyrir það að Kuomintang vinni þær kostningar. Kuomintang náttúrulega orðið svo mikið tími liðið að ég held að Kuomintang sé kannski ekki alveg jafn harður á þessu prinsipi með eina Kína lengur og vill auðvitað líka höfða til mismunandi hópa innan Tævan sem að hafa engan áhuga þessu prinsipi eitt Kína. Þannig að þeir eru kannski fattir aðeins að draga úr því en það sem að hefur gert kannski Kuomintang aðlaðandi fyrir marga innan Tævan það að vegna þess að þeir eru sammála miðstjórninni í Peking að það bara til eitt Kína, þá hafa þeir verið í betri aðstöðu til að komast svona að samkomulagi við þá ríkisstjórn. Þannig að sko lýðræðislegi framfaraflokkurinn leið og hann kemst til valda að þá fara alltaf í gang einhvers konar hugmyndir sjálfstæði Tævan og þess að þá fara heræfingarnar í gang hinum með við sundið og fólki finnst því ógnað og líður ekki vel og svo framvegis. Þannig að þetta gengur svolítið fram og tilbaka. Kínverjar, hafa náttúrulega talað þetta mjög lengi að þeir vilji sameina Tævan móðurlandinu eins og þeir tala og auðvitað stóð það til bara mjög fljótlega eftir að kínverska alþjóðalýðveldið var stofnað 49. Þeir fóru bara strax í það að taka til sín aftur þau svæði sem að eins og þau orðaða voru raun og veru tekin af þeim með valdi. Þá aðalega af Vesturlöndum sem voru náttúrulega búin að skera Kína upp í áhrifasvæði á sínum tíma. Þannig að það var fyrst Xinjiang, svo var það Tíbet. Mongólia var svolítið sérstakt vegna þess að Kínverjar voru í góðu sambandi við Sovétríkin. Sovétmenn vildu að Mongólia yrði sjálfstætt ríki, yrði svona leppur og þetta raun og veru eina svæði sem að Kínverjar hafa aldrei gert tilkall til sem að tilheyrði þeim áður á Qing-veldinu, síðasta keisaraveldinu. En Tævan var þá eina sem var eftir og það stóð auðvitað til að ná Tævan bara sem fyrst, en þá brýst út Kóreustríðið 1950. Bandaríkjamenn voru búnir að gefa til kynna að þeir myndu ekki koma Tævan til varnar. Þannig að í raun og veru höfðu Kínverjar bara frjálsar hendur að taka það með valdi. En síðan kemur Kóreustríðið og þá bara breytist heimsmyndin algjörlega. Bandaríkjamenn senda strax flota á vettvang, nota Tævan náttúrulega sem mikilvæga herstöð
og þar með var það úr sögunni í bili. Og kannski enn frekar núna á þessum tíma heldur en oft áður að Bandaríkjamenn munu ekki leyfa Kína einhverja svona tilburði með Tævan. Já, sko Þetta er orðið litið á þetta sem eitt af svona hættusvæðunum í heiminum, bara eins og Miðausturlöndið eitthvað. Já, það er mjög heitt og sko Bandaríkjamenn leika þetta svona svolítið tveimur skjöldum þarna, vegna þess að þú getur ekki viðurkennt sjálfstæði bæði Kína og Tævan. Þú verður að velja. Það er bara til eitt Kína, þetta eru bara skilyrði. Og Bandaríkjamenn hafa síðan 1979 þá mynduðu þeir stjórnmálasamband við Kínverja og slitu raun og veru stjórnmálasambandi við kínverska lýðveldið sem er Tævan. Kínverska lýðveldinu var þar að auki vikið úr Sameinuðu þjóðunum. Kínverska alþýðulífið tók sætið þess. Þau geta ekki verið bæði þarna. Þannig að sko Bandaríkjamenn viðurkenna eitt Kína, þeir eru með stjórnmálasamband við alþýðulífveldi Kína, þeir viðurkenna ekki sjálfstæði Tævans, en á sama tíma að þá hafa þeir heitið því að þeir myndu koma Tævan til varnar ef alþýðulífveldi myndi ráðast á Tævan. Þannig að þeir eru þetta er mjög snúin staða í sjálfu sér. Já. En Kínverjar horfa þeir svo á að Tævan mun verða hluta Kína svona einhver tíman og það skiptir ekki máli hvort það verði til 2 ár, 20 ár eða 200 ár? Já, þetta er líka mjög góð spurning. Ég held að það hafi verið þannig mjög lengi að kínverskir ráðamenn hafi litið svo á að það liggi ekkit svo mikið á. Að status quo gangi bara alveg upp. Tævanar hafa náttúrulega fjárfest gríðarlega mikið, meginlandi Kína. Árið 2008 þá byrjuðu þeir með beinflug á milli meginlandsins og Tævan. Áður fyrir þurftu alltaf að fljúga í gegnum Hong Kong eða annars staðar. Þannig að ég held að það var litið svo á að þetta væri bara í hag beggja aðila að halda óbreyttu ástandi sem allra lengst. En það sem maður óttast kannski er það það sem ég óttast er að sko, mig grunar svolítið að Xi Jinping líti á þetta sem svona sitt persónulega markmið að vera sá sem að tekst að ná Tævan aftur til móðuna síns. Það var að gera fljótt því að hann er að koma inn á aldur. 70 ár. Já. Það er engin aldur. Hvað er meðalaldur kalla í Kína? Það við vist þetta. Þeir geta nú 86 ára eitthvað. Já, hann er 16 ár. Þeir geta nú alveg tórað svolítið. Já. Þannig að þetta er svona raunverulega á dagskrá að íta á þannig að... Já, þetta er raunverulega á dagskrá en að sjálfsögðu eins og ég sagði áðan að þá vilja þeir náttúrulega helst vilja þeir að þessi sameining væri friðsamleg. Þeir gera sér alveg grein fyrir því að það að gera árás á Tævan er náttúrulega hugsanlega katastrófa bara fyrir alla sem eiga í hlut og það eru fjölskyldu tengsl þarna á milli. Þannig að það eru mjög margir Kínverjar sem eiga ættingja í Tævan og öfugt náttúrulega. Þannig að þeir eru að ráðast á sitt eigið fólk og það getur orðið mjög ljótt, mjög ljótt. Þannig að það er nú kannski ekki sambarlegt en kannski ekki svo hryllilega ólíkt á innrás Rússa í Úkraínu. Nei, tengslin... Það náttúrulega truflaði sko fjölda fjölskylduna bara sem hann fenguði ekki til að ganga upp en svo náttúrulega venst fólk hryllingnum að eitthvað föðulegan hátt sko. Já, heldur betur. Já. Ég var svona svolítið erfitt með að trúa því að þeir geri það en auðvitað fólk átti líka mjög erfitt með að trúa því að Rússar ætlaðu að gera innrás í Úkraínu þannig að maður, hvað veit maður? En þeir buðu Tævanum 2019 minni með að það hafa verið, þá buðu þeim að svona gera samningum sko 1 ríki, 2 kerfi en þá hafði náttúrulega allt þetta verið að ganga á í Hong Kong þannig að Hong Kong, það er nú ekkit líklegt að þeir hefðu fallist á það hvort þið en Hong Kong hjálpaði ekki til. Nei, hjálpaði ekki. Já. Kínverjar eru víða heim og hérna hún Hólmfríður Garðarsdóttir var hérna vorum að tala Suður Ameríku og þá kom meðal annars fram að mörguleyti finnst sumum í Suður Ameríku bara betra að eiga samskipti við Kínverjana að því að náttúrulega mikil saga og svona kúna tilburður alltaf í samskipti við Bandaríkjamenn það er erfitt að vera lítið ríki með svona stóra nágranna
Við þekkjum það sama bara frá Afríku, þar sem að Kínverjar eru að bæði að standa verklegu framkvæmdum, leggja vegi og reisa alls konar mannvirki, en líka að búa til samninga kaup á olíu og jafnvel bara mat og öllu. Mun Kína halda áfram að stækka svona með þessum hætti? Að stækka, hvað gætu við kallað, ekki svona beint áhrifasvæði en svona viðskiptarlega svona langdrægni sína. Já, ég held að það sé ekki spurning og ég held að Afríka gegni mjög stóru hlutverki einmitt í því sambandi og ég hef nú aldrei litið mikið á Suður-Ameríku í þessu samhengi. Það er að komi ljós þegar ég að tala við hana Hólmfríði að svipa á Bandaríkjunum gera stundum, að gera allavega á tímabili fyrir Úkraínustríð og fleira, að þeir ættu kannski voru að horfa yfir pollin yfir Kyrrahafið. Að þá komi ljós að það er náttúrulega sömuleyti getur það átt við nokkur ríki í Suður-Ameríku að þau kannski er eðlilegt fyrir þau að hugsa að býta eftir við ekki alveg eins að eiga viðskipti hinn áttúrulega. Já, þau eru náttúrulega ekki eins kannski sögulega skilyrt af Kína. Og sama gildir náttúrulega Afríkuríkin sem að eru í raun og veru bara búa bara við vantrausti gagnvart þessum gömlu nýlendu veldum sko og alveg skiljanlega og satt að segja ef við lítum á það hvað Evrópa og Bandaríkin hafa verið að gera fyrir Afríku á 150 árum að þá er það ekki beinlínis eitthvað sem að hrópa húrra fyrir. Þannig að ég man til dæmis að Ingjaldur Hannibalsson heitinn sko, sem var mikill Kína áhuga maður, ferðaðist oft í Kína og reyndar ferðaðist út allt reyndar, en hann talaði mikið það að minnstakosti er Kína að gera eitthvað fyrir Afríku og ég meina það er alveg góð punktur. Það er hægt að, það hefur verið gagnrýnt mjög mikið, það er svona svo stefna sem að Kína hefur tekið gagnvart Afríkulöndunum. Það hefur verið talað skuldagildrur og fleira í þeim dúr. Það hefur verið talað að það var nú bara svo Alþjóðabankinn og í vestræna bankakerfið hefur sko fest Afríku í svona skuldagildrum. Já, einmitt sko. Já. Og með þess að Grikkland, við getum farið til Grikklands sem eru raunlega í bankagildru og neitt til þess að engafa eða flugvelli. Alveg rétt, já, alveg rétt. En auðvitað kemur þessi gagnrýni aðalega frá Vesturlöndum vegna þess að þeim finnst eitthvað pirrandi við það að Afríkubúar vilja kannski frekar vera í viðskipti við Kínverja. Þetta er auðvitað að miklu leyti hluti af þessu belti og braut fyrirkomulagi þessu stóra plani sem að Xi Jinping hefur hreint úr vör og snýst innviði, snýst einmitt vegi, hafnir, járbrautir og svo framvegis en Kínverjar hafa vissulega verið að byggja skóla og svona annað slíkt í þessum ríkjum. Þannig að svona, þeir hafa verið að gera ýmislegt sem að hefur komið þessum samfélögum til góða. Spurningin er svo hvort að þeir séu raunverulega að egna til einhvers konar skuldagildru og það held ég reyndar ekki. Og það er ekkert sem að hefur verið sýnt fram á það þrátt fyrir að margir hafa ásakað Kínverja fyrir þetta. Það eru vissulega ríki sem hafa lent í vandræðum. Sri Lanka er eitt dæmi, Zambía er annað dæmi. Kannski tvö helstu Djibouti að einhverju leyti sko en bara fyrir stuttu þá sá ég frétt þess aðeins að Kínverjar voru búin að lengja í skuld Sri Lanka þannig að þú veist það hefur verið talið af þeim sem eru kannski hvað mestu er svona skeptiskastir á það sem Kínverjar að fást við að þeir ætti sína bara að taka land og eigna sér það í staðinn en þeir hafa ekki Afríku í eins konar kálgarð bara Já, þeir hafa ekki gert þetta og ég veit að Zambía til dæmis er mjög skuldum vafið gagnvart Kínverjum en það hinga til að þá hafa Kínverjar ekki farið fram á að þeir láti sig þar með hafa einhver stór landsvæði eitthvað þess að það heldur hafa bara frekar reynt að lengja í þessum skuldalínum Og gera ekki kröfur að til þess að lækka ríkisskuldir að þá seljur þau frá þér flugvellina og eins og Vesturland gera sko. Þótt að Vesturland takk ekki af þeim flugvellina þá eru bara vestræn fyrirtæki sem gera það. Já, akkurat. Það er náttúrulega þessi nýlendustefna getum við sagt. Já, einmitt. Nei, að vísu í Djibouti held ég eru Kínverjar með herstöð sem að þeir þá leigja af þeim
en að öðru leyti þá hef ég að minnst ekki orðið var við að þetta sé einhvers konar stór strategía, en þeir vilja vissulega hafa ítök í Afríku, þeir vilja eignast vini í Afríku, það skiptir á gríðarlega miklu máli. Kínverjar upplifa sig áræðanlega á sérstaklega þessum síðustu verstu tímum sem dálítið einangraða. Það veit að Bandaríkin hefur verið að vinna mjög mikið gegn Kínverjum og Bandaríkin eru svo valdamiklir að þeir náttúrulega fá svona þessi auðugustu ríki svona svolítið í lið með sér, þó að Evrópa hafa nú kannski ekki alveg stokki á hana vagn, en svona Bretar svolítið, þeir hafa verið að daðra við þetta. Þannig að sko bara innan Sameinuðu þjóðanna er rosalega mikilvægt fyrir Kínverja að hafa ríki sem að styðja þau og ég held að Kínverja sé alveg tilbúinir til þess að borga svolítið fyrir það, sem að þýðir með öðrum orðum, þeir eru tilbúinir til þess að koma með fjárhagslegt framlag til þessari ríkja þá auðvitað með það sko með þá von í brjósti að þeir fái þá eitthvað tilbaka, svona pólitískan stuðning. Svo er þetta Rússland, já, það finnst mér líka að vera mjög athyglisvert fyrirbæri samskipti Kína og Rússlands sem að satt að segja hafa nú alltaf staðið á talsvert miklum brauðfótum. Samskiptin, þetta er náttúrulega Kínverjar hafa hort á Rússland sem ógn. Já, alveg tímalaust og satt að segja ég meina það verða átök á milli Kína og Sovétríkjanna þarna kringum 1960, vopnuð átök, með að segja eitthvað mannfall og megin ástæðan fyrir því að Kínverjar fóru að daðra við Bandaríkjamenn þarna upp úr 1970 var ótti við Sovétmenn. Þeir voru hreinlega hræddir við það að Sovétmenn myndi gera innrás inn í Kína. Þetta eru ólíklegi bandamenn. Þeir eru mjög ólíklegi bandamenn. Þannig oft neyðast menn í bandalag gegn erfiðum andstæðing. Já, sameiginlegur óvinur. Bandaríkjamenn eru kannski að búa til bandalag úr þessu. Já, því miður, þá held ég að það sé raunin. Ég myndur kannski ekki bara samt kenna Bandaríkjamönnum þetta, ég held líka að Kínverjar hafa verið að taka svolítið skrýtna stefnu undanfarin ár sem að, já, við erum náttúrulega eftir að sjá hvernig hún þróast. Hlutinni geta þetta breyst mjög hratt aftur. Við vitum ekkit, svona eins og þú gerðir skóna áðan, við vitum svo sem ekkit hvað Xi Jinping verður hérna lengi og ef að hann fer frá hvort sem að það verður af já, bara heilbrigðisástæðum eða einhverju öðru, að þá getur vel verið að það komi sko allt annað stjórnvald með aðra stefnu sem að er kannski opnari heldur en verið hefur á undanförnum árum. En er það ekki frekar að Bandaríkjamenn séu raunverulega svona endurskilgreinar stöðu Kína í heiminum heldur en að það sé afleiðing af breyttri stefnu Kínverja? Það er eins og Bandaríkjamenn svona bæði af áherslunum við að horfa yfir Kyrrahafið og líka þessar tilneyingu sem að þeir hafa að gæta þess að verði ekki til heimsveldi í öðrum deildum jarðar. Já, sko nú er það þannig í Suður Kínahafi að sko Japanir og Suður Kóreumenn og Víetnamar æskja þess beinlínis að Bandaríkjamenn séu með viðveru þarna á þessu svæði vegna þess að þeir treysta í raun og veru ekki Kínverjum og óttast að Kínverjar verði ofvolduir á þessu svæði. Þannig að þeir eru í raun og veru að biðja einhvers konar bipólar fyrirkomulag þar sem að verður svona ákveðið aðhald með Kínverjum. Eins og Mexíkó og Kúba myndi óska eftir því að Kínverjar hefðu viðveru í Karibahafi. Já, einmitt. Það er svona frekar ólíklegt. Það er Bandaríkjamenn myndu þola. Það er spurning hvort það er eftir að reyna að fá eitthvað á Kúbu eða eitthvað svoleiðis kannski. Endur við ekki að Kúbu til hérna. Herðu Geir, Kína er svo stórt og mikið að við getum sittið hérna marga daga. Algjörlega. En ég held að við förum að hætta núna því að hætta að við göngum frá röddinni þinni. Þetta er hlaðvarp á tímum öndunarfærasýkingana. Já, það er rétt. Já, röddin er að hverfa, smá saman. Þannig að ég fæ kannski að heyri þér aftur og þá kannski myndum við horfa meira inn í Kína. Já, það hljóma bara vel. Já. Kæra þakkir fyrir komuna. Já, takk fyrir að hafa mig.